Já, gott fólk, góði broadcastarar. Ég heiti Axel Pétur og hérna með djúpköfun sem voru með vinsælasta efni Frelsi TV þegar ég var mest að blasta þar. En hingað sem sagt mættur Guðjón Hreinberg. Hvað segir Guðjón gott í dag? Hann bara hress. Er það ekki bara? Jú. Heyrist vel í mér? Já, heyrist ljómandi vel í þér. En þegar ég segir svona jú. Það heyrist líka, heyrist allt. Nei, bara þú veist hvað ég þarf að stilla röddina, sko. Já, einmitt. Það því ég með nýjan mic. Já, en hérna, kannski, hvar viltu byrja? Er eitthvað efni sem að þú vilt absolutt byrja á eða? Nei, ég raunin ekki. Ég myndi, ef ég má velja, þá myndi ég vilja byrja á aðeins að rifja upp vísindadulspeki. Humanistadulspeki. Já. Síðast ég frétti vísindadulspeki. Þetta er ekki saman hlutin. Ok, hver er munurinn? Vísindi er ekki til. Ok. Byrjum á því að afgreiða það hugtak. Hugtakið er búið til svona byrjar að birtast í ritum á 16. öld. Og það má segja svona besta skilgreiningin á því sé í bók Paracelsus sem enginn veit í dag hver var. Fyrir fólk sem hefur gaman af svona skrýtnum Hollywood-seríum þá mæli ég með Warehouse 13. Það eru margir þættir þar með honum Anthony Head í aðalhlutverki, Anthony Head sem er þekktur enskur leikari í Rocky Horror meðal annars og sviði leikur þar Paracelsus. Paracelsus er höfundur nútíma efnafræði í lyflækningum. Hann er frumkvöðurinn. Svona fyrir þá sem vilja trúa á vísindin á gott að vita hver einn af fyrstu ámönunum er. Að Paracelsus var svissneskur grúskari og var mikinn áhuga á snefilefnum úr jurtafræðum, lækningajurtum. Og hann hafði líka mikinn áhuga á dulspeki. Og hann er höfundur af þekktum frasa sem er the toxin is in the dosage. Eitur áhrifin fara eftir skammtastærðinni. Og hann er svona einn af þeim fyrsti sem er að gera rannsóknir á hver er efnafræði lyfjagrasa sem er í dag nútíma læknisfræðin. Þessi allopathic medicine, lyflækningar. En er Paracelsus, er það nafn á manninum eða? Já, ég man ekki alveg hvað hann hét fullu nafni. En þetta er höfundanafni sem hann notaði. Og hann skrifaði nánast allt sitt á latínu. Ég hef reynt að finna þýðingar á verkunum hans en það er nánast engin þýtt þau. En það eru til nokkra bækur hann. Og þegar menn voru að skrifa hann, þá voru þeir byrjaðir að nota orðið vísindi, sem er ekkert annað en vision eða sýn, sem bara ákveðið orð á sýn. Ég nota til dæmis í mínum skrifum, nota ég oft orðið sýn. Ég til að gera greinarmun á heimsmynd annars vegar og heimssýn hins vegar. Hver er munurinn það? Það er kannski dýpara efni en menn taka fram, það eru fleiri eins og þegar Isaac Newton kemur fram og þessir helstu frumkvöðlar fyrir humanistavísindin. Það sem að menn kalla í dag vísindi, það er þeir sem er að skrifa frumkvöðlana byrja að nota hugtakið vísindi frekar en upprunalega hugtakið sem þá var búið að vera notað á 83.000 ár sem er náttúru heimspeki. Og
Það sem áhugavert hérna, við má klára, að sko, hvort menn voru, sko, það voru að koma fram þarna eftir 1500, segjum það. Ég mið alltaf við 1551 af ástæðu. En þarna á 16. öldinni, þegar að koma fram sko, heimspekilegar skilgreiningar á því hvað húmanismi. Og þá byrja menn sko, meðvitað að stroka út alla heimspeki sem á einhvern hátt tengt einhverju metafísík eða frumspeki. Og smátt, hvort það vitandi vits eða viljandi eða óviljandi, þá festist þetta hugtaki svolítið í sessið sem hugtakið vísindi. Á þess að menn velti fyrir sér hver merkingin Vegna þess að þegar að þú ert búin að, sko, við erum hérna að tala orðalengla, að þegar þú farin að setja allt það sem þú kallar veganlega þekkingu undir einn hatt sem sýn, eitthvað sem þú sérð, vision, to see, science, að þá ertu í rauninni að viðurkenna að allt sem að þú kallar náttúru heimspeki héðan í frá sé í rauninni frumspeki. Hann hét hérna þessi Paracelsus, hann hét Philippus Aurelius Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Paracelsus. Hann fæddur cirka 1493 til 1541. 1493, 1541. En það sem maður vissi að þarna koni með að það búið að búa, það búið að þarna taka húmanistarnir og segja að náttúruheimspeki eitt og núna bara úrelt og við erum komið með eitthvað nýtt sem heitir to see sem í rauninni sko líka orðalíkill fyrir explanation frekar en description, þar sem að description mæling en útskýring túlkun á mælingunni. Já, einmitt. Og þegar fólk segir þú trúir ekki á vísindin, þá fólk bókstaflega að segja þú trúir ekki á einhverja dulspeki í húmanismanum. En þegar ég segja áðan vísinda dulspeki eða húmanista dulspeki, ég í rauninni að segja vísindin sem þú þekkir í dag húmanista dulspeki. Fyrir utan það að þessi vísindi yfirleitt dulspeki. Þú veist. Ein spurning sem kemur auðvitað á mér, hvenær byrjaði þetta humanista konstrukt eða hvernig skepna það? Ég get ekki skilgreint það. Það eina sem ég get skilgreint að þessi sýn, hérna komum við einmitt að því hvað sýn eins og við höfum rætt til dæmis og það varst þú sem að fyrstur bendi mér á og vaktir athygli mína á því hvað við sjáum lítið af ljósinu. Já, heyrum lítið af hljóðinu. Já, þú varst að hlusta á brot úr þætti sem að ég gerði fyrir broadcast.is og hvet alla til þess að horfa á restina af myndbandinu sem að vonandi mjög áhugavert. En til þess þarf að fara inn á broadcast.is/áskrift eða fara bara inn á broadcast.is og það hnappur efst sem segir áskrift. Og þar vil ég hvetja þig til að gerast áskrifandi, ási og styrkja þar með innlenda þáttagerð og frjálsa fjölmiðlun af bestu sort. Og ég vil þakka þér fyrir að koma við og vona bara að við sjáumst fljótt aftur með áhugavert og jafnvel þarflegt efni inn í umræðu á Íslandi. Takk fyrir og verið sæl.